Já, þá erum við komin í tilraunaverkstæðið í Íspan. Óli, hert gler eða tvöfalt samlímt gler, það ekki það sama? Nei, alls ekki. Nei. Hert gler þannig að það hefur meiri styrk gagnvart höggum. Ef það fær högg á sig þá þolir það meiri högg. En ef það brotnar, eða þegar það brotnar, þá fer það alveg í kurl, bara hverfur í hrúgu, sko. En samlímt gler ekki alveg sterkt gagnvart höggum, en ef það brotnar, þá springur það bara og hangir ennþá saman. Það nefnilega límt saman með filmu á milli, tvö gler, og það það sem heldur. Þetta svona svipað á framrúðu í bíl. Ef hún brotnar, þá springur hún bara, en fer ekki í andlitið á manni. Það það sem þú vilt setja í handriðið hérna hjá henni Öddu? Já, endilega. Þess að þú vilt hafa samlímt. Já, samlímt öryggisgler. Það vill svo skemmtilega til að þú ert með hérna ígám. Við erum með eitt gler hérna sem okkur langar til þess að prófa gera smá tilraun með, hvort hversu mikið högg það þolir. Lemja í það bara hérna, ekki? Já. Þetta, sko, venjulegt gler hefði brotnað núna. Já, þarna verður það farið. Fastar? Nei, þetta hert gler. Ég held að það sé engin spurning. Þetta var nú svolítið fast. Er þetta ekki orðið bara ágætt? En eins og þú sagðir, þá viðkvæmi parturinn, hérna hertaglerið, það kanturinn. Það kanturinn. Og hvað? Ég ætla að hafa það svona? Ég ætla að hafa það svona. Ok, og ég að láta það vaða? Já, nú lætur þú vaða bara í kantinn á því, þá getur þú mögulega brotið það. Það sennilega örugglega. Það eins og við segjum, svonar brotnar hert gler, en það geti því sem Óli sagði, hert gler sterkt. Og ég veit að það eru margir með hert gler í sturtuklefunum hjá sér, sem alveg pottþétt, en svona brotnar að þú slærið á kantinn á því. Það brotnaði ekki? Nei. Ertu vissum þetta sé hér? Já, takk fyrir það. En ef við brjótum þetta hérna, ég ætla sko, það þolir aðeins minna, en það dettur ekkert í sundur og kurlast ekkert. Filman sem á milli, þetta eru tvö gler límt saman, film á milli, og það kurlast ekki neitt. Þetta bara hangir á sínum stað. Þannig að ef einhverjum ástæðum brotnar svona handrið, þá það allavega til staðar og veitir áfram öryggið þrátt fyrir að vera brotið. Já, en það fyrst og fremst ástæðan fyrir við notum þetta í handriðið. Já, fyrst og fremst svo ástæðan.